tíminn Elín, velkomnar, gaman að sjá ykkur. Takk. Herri Kristín, í fyrsta lagi til hamingju með UEFA A. Takk að þér. Hvað þýðir UEFA A fyrir þeim sem ekki vita? Það þýðir bara, ertu að biðja mig að þýða fyrir UEFA, fyrir hvað það stendur eða bara... Nei, bara svona að hversu í raun og hvað máttu þjálfa hérna heima í raun og? Ég held ég með þjálfa allt og landslið líka. En þú þarft reyndar, ég held að þurfi UEFA Pro til að þjálfa A-landslið kalla. Ég held ég sé jafn menntuð og allir þessi gæðar sem eru að þjálfa hérna í Pepsi kalla. Bú. Hvað sko, því nú eru þið 3 sem að klára þarna núna nýlega. Já. Hvað finnst þér þetta að gera bara eins og fyrir kvennaboltan hérna, að vera með svona virkilega flotta og hæfa þjálfun? Hvað finnst þér? Mér finnst þetta bara að taka, bara deildina í heild sinni bara upp á miklu hærra level, sko, ef ég var alveg hreinskilin. Okay. Eru vantilega flesti þjálfarnir í Pepsi hvernig sem þurfa að vera með B-gráðu eða til að vera aðalþjálfari, ég var náttúrulega að djóka með að taka upp á hærra level. Mér finnst þetta bara samt mjög jákvætt að vera með, það er alltaf jákvætt að vera með mjög menntað fólk í öllu. Hins vegar þá held ég að þú þurfir að hafa, ef þú ætlar að vera aðalþjálfari þá þarftu að hafa UEFA A. Þannig að, en í aðstoðarþjálfari má vera með UEFA B og þú mátt þjálfa held ég 4. flokk og yngra sem aðalþjálfari með UEFA B og svo meistaraflokk og neðar með UEFA A. Ef við förum í valsliðans, hvernig hefur þetta gengið núna undanfarið? Ef við tökum bara þetta tímabil og aðeins undirbúningi, þetta er svart jöfur. Þið náttúrulega, undirbúningstímabilið gengur vel og svo náttúrulega kemur smá meiðsla-ævintýri, þannig að hvernig hefur eftir þessa byrjun, hvernig hefur gengið að púsla þessu saman náttúrulega með þessum meiðslum og öllu saman? Ég kannski gæti mögulega verið hægt að lesa aðeins í það í úrslitum leikja og svona, en svona fyrir utan það þá bara, þetta er auðvitað bara áfall fyrir bæði okkur þjálfara að vera, þetta er allt byrjanliðsleikmenn sem voru að spila þessu undirbúningsleiki sem að detta út og svo er líka bara þannig að þegar maður er í liði að spila og er vanur að spila með einhverjum búinn að spila alla undirbúningsleikina þá kemur einhverjum nýr inn og það er ekki endilega að þessi eitthvað lélegir að koma inn, skilurðu, það er bara öðruvísi, eins og bara við erum allir leikmenn eru öðruvísi og kemur öðruvísi frá öllum leikmennum og maður þarf auðvitað bara einhvern veginn að finna taktin í því, þess vegna vill maður kannski geta endilega vera að breyta alltaf ógeðslega mikið í liðinu, fattarðu? Og oft eru lið sem að vinna titla eru kannski að spila á svolítið sömu mönnunum, en ég meina, þetta er bara... Fundu náttúrulega allir stuðningsmennirnir fyrir þess að við byrjum náttúrulega með úrslitunum eðlilega, en er þetta ekki raun og veru martröð þjálfarinn náttúrulega svona ástand hvað það svona margir byrjunarliðsmenn, er það ekki raun og veru? Nei, þetta var náttúrulega bara ekki draumur, sko. Nei. Þetta er bara ömurlegt líka, þetta eru rosalega stóri karakterar sem eru þarna, voru meðst út, detta út af meðslum. Þetta væri bara einhverju svona, flatir, nútra leikmenn, eins og Elín eitthvað, þá, þetta getur verið neitt. Það var ógeðslega blöð og voru ekki svona hlæja þegar ég sagði þetta. Jesus! Svo við grípum aðeins inn í þennan flata, nátra leikmann, Elín mín. Fyrir ykkur leikmennina á æfingum, hvernig er búið að vera að fylgjast með ekki bara samhverjum í valsliðinu, þetta er alveg ekki landsliðinu, þessar stelpur sem hafa verið að detta út. Ég ætla ekki að einblína of mikið á þessu meðli, það er ekki annað hægt náttúrulega í ljósi síðustu vikuna. Hvernig hefur þetta horft við þér, að sjá þetta með þessu? Já, þetta er náttúrulega mjög sorglegt að missa svona marga leikmenn út og ég meina þetta eru vinkonum manns sem maður er að æfa með alla daga. Og það er bara gott að þær eru ennþá að mæta. Mér finnst það ógeðslega gott hjá þeim að það mæta á hverja einu stæðingu og eru að vinna í sínum málum. Og mér finnst það svona kannski að jákvæða sem maður getur séð í þessu er að þær eru, þær eru vilja sterkar og ætla sér greinilega að koma sterkar tilbaka. Það er svona lokapunkturinn með meiðslakraflega sem hún segja að því að þær hafa verið að mæta náttúrulega á alla leiki. Er það eitthvað sem þið þjálfarnir leggið áherslu á eða hópur sem heildar að sýna samstöðu eða er það þeirra vala með hvernig svona? Sko, þetta eru náttúrulega algjör kempur sem eru og við þurftum ekkert að, biðja þær þetta eru bara, þetta eru bara kannski
mæta, það eðlilegt auðvitað fórum allir í aðgerð og geta ekki mætt, skilur eftir hverja einstu æfingu. Það líka pínu pirrandi þegar maður búinn að slíta geggja áfall, bara veist þú ert ekki að fara að spila hérna næstu 8 til 12 mánuði, að þú kemur inn í Valsheimili, það vilja allir eðlilega sýna þér stuðning, bara hvernig ertu, hvenær ferðu í aðgerð, hvað nærðu eins og bara, já, ertu ekki búinn að ná réttu, þá langar mann stundum að, lappa í sjóinn, skilur þannig að það mjög eðlilegt og auðvitað gátu ekki gengið eftir aðgerðina, en fyrir utan það eru þær bara búin að vera ótrúlega sýnarhreina. Nei, við, báðum þær ekkert að koma, en það, maður þarf þess ekki, eins og ég segi, það hlutur að vera svona stór og góður karakter eins og stelpur eru. En við erum líka bara svo heppin að hafa mjög mikið af svona stórum karakterum í þessum hópi. Þannig að þetta bara eitthvað neginn, þær eru bara, maður þarf ekkert að biðja þær mikið, það er kunnit alveg. Hvernig finnst ykkur svona síðustu vikur, úrslitin að koma, spilamennskan svona bara orðið jöfn og góð, það komið mörk í, mikil taktur í liðið. Svona hvernig, hvar metið þið þjálfararnir svona bara, ef að segja, þróun liðsins svona með stöðunni, eru þið bara sátt með brautina sem þið á? Ótrúlega sátt bara, það er bara ekkert smá, við vorum búin að taka á síðustu fundum bara, það er ekkert smá mikið af mörkum komið. Við erum valla að fá á okkur sóknir. Jú, það er alveg, liðin sem við vorum að tapa stigum á eru klárlega hærra í stigatöflunni eins og en samt, þá er bara ótrúlega mikið jákvætt í okkar leik og þetta kerfi hentar okkur mjög vel, bara þeim leikmennum sem eru að spila núna og það eru bara mjög svona, góðir leikmenn búin að taka næsta skref, búin að stíga upp þegar á þurfti að halda. Eins og til dæmis Elimetta og svona ándjóks, það er bara, hún er einn af, bara þeim sem að bera lið núna, skilur 22 ára gömul, svona er þetta bara, maður fær bara tækifæri og þá bara annarkvort tekur það og rústar því eða ekki. Þannig að við erum mjög heppin með það eru ótrúlega margir, eins og ég segi, stórir karakterar í liðinu, bara búin að, það væri margir búin að skýta á sig í þessari stöðu, En við erum ekki búin að skýta á okkur, við erum bara að ráka veit í þessari deild, Við erum búin að vera frekar jákvæðir inn í klefa. Kristín hefur ekki lesið punktan hjá mér, það var einhvers skráð hjá mér að spyrja þig í liðinu eins og það er núna. Þú ert náttúrulega orðin einna bara stærri karakterinum og leikmennunum, sérstaklega núna í ljósið allar þessa alls þessa. Hvernig svona finnst þér, bara að segja náttúrulega uppalning í þessu félagi Valsari Húðar, hvernig svona finnst þér núna að vera með þessa ábyrgð og svona vera orðin svona svolítið leiðtogi, eða meðal leiðtoga svona í hópnum, hvernig finnst þér það? Mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Ég tek því bara fagnandi og ég held að það sé bara gott skref fyrir mér og þroskandi fyrir mig sem leikmann að taka mér ábyrgð, eða axla mér ábyrgð og já, mér finnst það bara, það er ekki pressa, það er bara svona skemmtilegt að gefa þessu svona auka, kannski krydd fyrir mig sem leikmann. Hvað finnst þér bara svona, við tökum bara síðan 2 ár hjá þér, hvað finnst þér hafa breyst eða þroska, ef við getum orðað það, hvað hefur þú? Ég er búin að hafa nokkra þjálfara á þessu tímabili og maður reynir náttúrulega bara að læra af þeim og taka til sín það sem maður getur þar og mér finnst það hafa tekist bara svona ágætlega, skilurðu, og ég held að það skiptir svolítið miklu máli, sem leikmaður að hlusta á þjálfarana sína. Og já, mér finnst leikskilningurinn minn mér finnst hann miklu betri. Og svo bara heldur maður áfram að vinna í tækniatriðum sem það er bara þannig að maður meiri tími að það verður miklu betra. Hún er smá pressa með Kristínu við hliðina. Ég ætla samt að spyrja þig, hvernig finnst þér Kristín og Úlfur hafa svona komið inn sem dúo og eru þau svona með góða strauma og blæ? Ég veit að þetta er vonspurning, ég ætla samt að spyrja. Nei, þetta er ekki vonspurning. Já, mér finnst það bara, þau vinna þetta skemmtilega saman. Þeir eru bara svona hvort með sitt hlutverk í rauninni og mjög ólíki karakterar náttúrulega, en ná einhvern veginn, finnst mér, mjög vel saman og mér finnst gaman að hafa þessi þjálfara og þau eru líka að segja manni fullt til, þau eru ekki bara einhverja keilur út af öllu, Yes! Ekki! Hvað er svona meira hlutverk hjá Kristínu? Hvað er svona, ef þú ferð aðeins í það, kannski meira hlutverk hjá Kristínu? Já, svona að þú talaði mismunandi hlutverk. Hún er að koma svona, hún er ekkert endilega eitthvað að halda ræður inn í klefa mikið, en hún er að koma svona einn og einn skiluru og segja manni til og ég veit að ég get alltaf leitað til Kristínar
eða eitthvað sem ég vil spyrja út í, eins og til dæmis með skalla og svona, ég hef alveg gert það og ég gæti alveg, gæti örugglega gert áfram, skilur, þannig það er svona gott að, já, það er dæmi. Það var einmitt punktur sem ég ætlaði að pælja með þig, Kristín. Þú er náttúrulega fyrirhandi leikmaður eins og allir Valsarar þekkja. Hvernig finnst þér að hafa farið kannski að hafa tekið takkaskóna af þér, farið út í þjálfun, hvað finnst þér að breyst mest hjá þér að fara í þennan starf? Já, ég kannski fæ ekki alveg jafn mikla líkamlega útrás á æfingum. Eiginlega ekki kannski heldur jafn mikla andlega útrás. Mér finnst þetta bara mjög erfitt ef ég var alveg reynskilinn, en samt þetta er svo miklu skemmtilegra en ég hefði getað ímyndað. Ég ætlaði ekkert að vera þjálfari og þú veist, það var aldrei plan, ég ætlaði bara að spila án til ég er 100 ára og þú veist, fara svo kannski, þú veist, aftur í borðtennis eða eitthvað. En þetta, þú veist, lífið hendir í mann alls konar dæmi og maður verður bara að taka því. Og ég einhvern veginn þú veist, þegar Úlfur var að taka við svo hringdi mig og baði mig að koma á fund, þá var ég bara, þetta er svo vandræðilegt, hann veit ekki sem veit, en þú veist, ég geti örugglega tekið 1 ár í viðbót og hann vill hafa mig, en þú veist, ég ætla að sjá til. Ef þetta er óslega góður gæi og svona, þá þú veist, það er til að gera það fyrir hann. Svo bara heittust við og hann bara, ásæði ykkur á það, ég ætla bara að láta þig vita, sko, þú veist ekki alveg að ég er búin að vera meidd. Jú, ég hef engan áhuga sem leikmaður, ég ætla bara, þú veist, ég vil hafa þessum aðstoðarþjálfara. Það var bara, já, einmitt, akkurat, já, það var einmitt það sem ég held. Og þannig að, þú veist, ég ætlaði ekkert að vera þjálfari, en svo bara var hann náði mér bara eiginlega á þessari setningu og var bara eitthvað svo samfærandi. Mér fannst bara svona einhvern veginn geðveikur meðbyr með honum og þú veist, er ekkert vissum að ég held að ég sé mig ekki þjálfa neitt annað en þetta, skilurðu. Svo kannski, þú veist, kemur eitthvað upp sem að ég mun gera, en allavega þetta sem þjálfari er alveg draumur, fattarðu. Að vera aðstoðarþjálfari núna í meistaraflokki kvenna með þennan hóp, með Úlf, er alveg draumur, þú veist. Og þetta fyrirfram hélt ég að ég myndi bara nenn að þjálfa með Betu eða Freysa. Það var bara svona, annarkvort þau tvö, annars nenni ég ekki. Ógeðslega metnaðarfullur þjálfari. Ég heyrði þegar Úlfur var ráðinn að hann hefði bæði heilla menn þegar hann verið að leita að þjálfurum og hann væri með mjög skýr markmið og mikinn metnað og eldmóð og þetta. Það er einhvern veginn svona, þú veist, einhver X-faktor finnst mér allavega með honum. Hann er bara svona mjög góður að fá mann svona samfærandi og þú veist, hann er líka markastjóri, þú veist. Þetta er bara einhvern veginn, hann er bara með þetta. En svo mjög heppilegt líka að hann er actually alveg góður þjálfari, þetta er ekki. Það er svona frekar heppilegt að hafa með. Sjáum þið bara, ef að segja bara restina af sumrinu, hvernig svona eru þið bara mótverðar? Er það bara einn leikur í einu? Það er klálega einn leikur í einu og ég hlakka ógeðslega til út af því að svona einhvern veginn þegar við töpum þessu leikjum hana þá gleymdi allir að væri umferð nr. 2. Ég hlakka í alvöru mjög til að spila þessa leiki í seinni umferð. Ég hef 150% trú á, ég get ekki beðið eftir að spila þessi lið til að sýna bæði mér og þeim og bara öllum að við getum, við vinnum þessi lið, sko. Þannig að ég hlakka mjög til en fyrir utan það, þá er það bara, svona er bara deildin, það er bara einn leikur, við getum alveg tapað á morgun og við getum alveg unnið. Þetta er bara, þannig eru allir leikir núna, í þessu bæði bara, ekki bara okkar leikir, heldur í allir deildinni, sko, og bikar og svona. Þannig að, þú veist, þetta er bara orðið miklu sterkari deild, miklu meir spenna í þessu. Er það ekki bara skemmtilegt? Er ekki oft verið að tala að það sé eitthvað svo leiðilegt að það er bara eitt lið á toppnum og nennir enginn á kvennabolta eftir því? Já, núna er það ekki svona, þannig að komið bara á völlinn á morgun, kíkið á þetta.